Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum og N4, það bleikur október og til mín eru komnar tvær konur frá Vinnumálastofnun, Didda og Hulda, velkomnar. Takk fyrir. Þið ætlaði að segja mér aðeins frá fyrirmyndardeginum, ekki satt? Já, eða fyrirmyndarvikun. Það fyrirmyndavika, takk fyrir. Já, okkur. Já, segðu mér aðeins Hulda kannski, hvað þetta fyrirbæri? Þetta 5 ára gamalt. Já. Þetta af írskri fyrirmynd. Já. Job Shadow Day heitir þetta á enskunni. Og við tókum þetta upp fyrir 5 árum hér á Íslandi. Já. Fyrst á höfuðborgarsvæðinu, en síðan erum við með fyrirmyndadag land allt í dag. Allt land bara. Já. Og hvað gerist á þessum fyrirmyndardegi ef að þú tekur boltan? Þá þá veljum við þáttakendur og reynum svo að finna þeirra hvað langar þið til að pröfa að vinna. Svona finna áhugasviðið? Já, finna áhugasviðið. Og þetta fólk með skerta starfsgetu? Já. Og svo förum við bara að leita að fyrirtækjum eftir óskum hvers og eins. Já. Og þeir fá að vera svona hálfan dag á vinnustað. Og þú sagði mér að þú ert búin að vera í bransanum í 18 ár og hafi mikið vatn runnið til sjávar, ekki satt? Já, þetta orðið rosalega mikil breyting og fyrirtækin alltaf að verða opnari. Já, þegar fyrst voru þið svolítið hikandi og nei, nú miklu meira fólk til í þetta. Já. Og veistu eitthvað, er fólk svo að fá kannski vinnu í kjölfarið á þessum heimsóknum? Hefur það gerst? Það hefur oft, já. Sem sé fyrirtæki á stofnanir að bjóða einstaklingum atvinnuleitendum með skerta starfsgetu til sín á þessum degi. Já. Og sem sé og opna sín fyrirtækjastofnanir og bjóða og þeir eru gestastarfsmenn hlut á degi. Já. Og ef þeim líst vel á og það vantar kannski starfsfólk og allt gengur upp, þá mögulegt að fólk fái inni þannig í framhaldinu. Já, það hefur gerst. Við höfum fengið nokkur störf eiginlega á hverju ári. Já, frábært. Og hvað þetta stór hópur hérna til dæmis bara á þessu svæði? Sem taka þátt í fyrirmyndadeginum. Þau eru milli 20 og 30. 20 og 30? Já. Og þau hafa verið að heimsækja núna í þessari viku. Hin og þessi fyrirtæki, getið þið nefnt svona nokkur dæmi bara? Við verðum með leikskóla, bifvélaverkstæði, hótel, fiskistofa, ferðamála. Já. Hefur enginn viljað fara í sveit? Nei, ekki ennþá. Ég til dæmis að fara með á morgun í fiskvinnslu fyrirtæki Hnífil. Já. Sjáu þið eitthvað, svona eitthvað tískusveifla? Er eitthvað eitt heitara í dag en í gær? Eða þú veist, eitthvað fyrirtæki vinsælli? Eða þetta bara dreifist mjög mikið? Já. En við höfum líka verið með þema á fyrirmyndadeginum, þannig að þá höfum verið að leita eftir leita í ákveðin fyrirtæki, eins og í fyrra það voru það fyrirtæki í sjávarútvegi og landbúnaði. Og þá var listin að finna þá sem sé verkefni innan þessara fyrirtækja sem getur hentað þeim einstaklingum sem eru á biðlistanum hjá okkur. Já. Og þetta hefur gengið vel núna þessum af þessari viku, þetta enn í gangi? Já. Og allir glaðir bara? Allir glaðir, já. Þetta óbúslega gaman, vel á móti manni tekið og mér finnst maður græða svo mikið á þessu, fara inn í fyrirtækin og fá að taka þátt í alls konar verkefnum og vinna. Þetta rosalega bara mannbætandi fyrir bæði fyrirtækin að opna svona upp og gátt og þetta minnkar væntanlega fordóma og einmitt fá innsýn fyrir þáttakendurnar að fá innsýn inn í hinn og þessi störf. Já. Og hvað ykkur, þið óskið alveg eftir fleiri fyrirtækjum í lið með ykkur, ekki sant? Endilega bara. Endilega, við bara gleðjumst við hvert fyrirtæki sem hefur samband við okkur. Og það bara alveg sama, hvort það sé bara pilsusalinn út á horni eða þið eru til í hvað sem er. Já. Hvað sem er, því það svo, við erum með 40 manns á biðlista. Já. Sem vilja komast í vinnu. Sem vilja komast í mismunandi störf og... Er það þá hlutastarf sem að vera að hugsa? Alltaf yfirleitt. Já, alltaf. Langflestir. Kannski 1-2 daga í viku, jafnvel? Nei, helst ekki. Nei. Við mælum yfirleitt með því að fólk fari á hverjum degi
Já, bara og styttra tíma á hverjum degi. Já. Já, akkurat. Það svo gott upp á rútínu. Já. Og yfirleitt það líka þannig með fyrirtækin að þau eru þá að ráða til sín fólki í ákveðin verkefni sem þarf að vinna á hverjum degi. Já, akkurat. Þetta í gangi núna í Reykjavík líka, eða ekki? Jú. Já. Allt land. Og allt land og á Írlandi. Væntanlega bara í fleiri löndum. Já, nú veit ég ekki og sko við ákveðum hvenær við ætlum að halda okkar fyrirmyndadag á Íslandi og það ekki sami dagurinn allstaðar sko og við höfum verið að prófa mismunandi útgáfur af því. Sumir eru væntanlega ekki heppileg, það var allir í sumarfríi og allt lokað. Já. Þannig að haustinn kannski besti tíminn í þetta. Lentu nú í því fyrra að það var brjála veður og þurfti að fresta. Komst enginn úr húsi. Já. En það var nú bætt úr því. Já. Heyrðu, það var gaman að heyra þessu verkefni og við bara hvetjum fyrirtæki til að taka vel á móti ykkur eða bara, ef þau vilja bjóða sig fram að fyrrabræði, hvert hafa þau samband? Við Vinnumálastofnun. Bara Vinnumálastofnun. Já. Það er hægt að bara setja sig á lista og skeftur að taka þátt í þessu. Og það tala bara beint við mig eða Huldu. Já. Taka þátt í þessu flotta verkefni. Já, þetta nefnilega. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Og gangi ykkur. Takk.